Góðir fundarmenn, eitt brýnasta verkefni íslenskra stjórnmála að auka verðmætasköpun. Aukin orkuöflun spilar þar lykilhlutverk. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar skýrt kveðið á að við ætlum að auka orkuöflun, styrkja flutningskerfi, bæta orkunýtni. Þannig ætlum við að styðja við orkuskipti og verðmætasköpun allt land. Þar segir líka að við ætlum að einfalda ferli leyfisveitinga og að þau verkefni sem eru í nýtingarflokki rammaáætlunar verði látin njóta forgangs í stjórnsýslunni. Ríkisstjórnin ætlar að vinna breiðri sátt lagaumgjörð vindorkunýtingar og sjá til þess að stærri hluti tekna af orkumannvirkjum renni til þeirra samfélaga sem næst standa. Og síðast en ekki síst verður raforkulögum breytt til að tryggja forgang heimila og almennra notenda. Ljóst að verkefni komandi ára eins og orkuskiptin krefjast þess að rjúfa verður kyrrstöðuna í þessum málaflokki. Það algjört forgangsmál hjá ríkisstjórninni að koma þessum málum í rétt horf. Eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku hefur vaxið mikið. Ef framboð stendur í stað verða afleiðingar að verð hækkar. Samkvæmt spám ekki gert ráð fyrir auknu framboði að aukið framboð muni koma inn á markaðinn fyrr í fyrsta lagi á árinu 2027 til að mæta aukinni eftirspurn. Verð á raforku mun því að öllum líkindum haldast hátt á komandi misserum. Það skekkir samkeppnisstöðu Ísland sem okkur sem hefur verið ágæt lengst af. Græn orka hefur verið þar í lykilhlutverki. Í mínum huga verður að bretta upp ermar og hefjast handa við orkuöflun og það erum við einhuga í ríkisstjórninni. Spennandi verður að sjá Vaðölduver, fyrsta vindorkuver Landsvirkjunar og leið Íslands hefja raforkuvinnslu innan skamms. Vonandi mun það verkefni verða til að eyða tortryggni og efla trú á vindorkuna sem mikilvægan orkugjafa. Að vindi eigum við Íslendingar nóg. Raunar komst ég að því þegar ég flutti heim úr námi og hafði hjólað Skandinavíu árum saman að allur vindur á Íslandi mótvindur. Ég algjörlega sannfærður það að vindorkan eigi eftir að spila stórt hlutverk í að auka verðmætasköpun og bæta lífsgæði fyrir land og þjóð. Beislun vindorkunar eitt þeirra verkefna sem við verðum að ná samstöðu samhliða því að ná skynsamlegri nálgun og sátt orkuöflun sem tekur í senn tillit til viðkvæmrar náttúru og verðmætasköpunar. Kostnaður við vindorku hefur fallið mikið á undanförnum áratugum og í dag hún orðin samkeppnisfær. Vindorkan þó eðlisólík þeim endurnýjanlegum náttúruauðlindum, raforkukostunum sem við höfum hingað til nýtt hér á landi. Framboðið sveiflukennt og ófyrirsjáanlegt. Því nauðsynlegt að hafa aðgang að sveigjanlegum orkukosti sem auki getur framleiðslu eftir þörfum til jöfnunar. Vatnsorkan hinn fullkomni meðspilari vindorkunar, því hana hægt að geyma án orkutaps. Virði þessarar jöfnunargetu vatnsorkunar þar af leiðandi mjög mikið. Þróun í nágrannalöndunum hefur sýnt stóraukna arðsemi fjárfestinga í vatnsorku eftir að vindorka bætist við framboðið. Afar mikilvægt að uppbygging vindorku á Íslandi byggja á markaðsforsendum, þannig að ábati af miðlun skili sér til eiganda miðlunarinnar, annaðhvort með því að eigandi vatnsaflsvirkjunar setji sjálfur upp vindafl eða að til sé staðar markaður þar sem orku miðlað á grundvelli verðmætis hennar. Hugmyndir uppbyggingu við vindorku mega ekki byggja á forsendum að miðlun fáist án greiðslu. Ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að mikilvægt sé að nærsamfélög njóti góðs af uppbyggingu og rekstri orkumannvirkja. Slíkar framkvæmdir eru þjóðhagslega mikilvægar. Afar mikilvægt að hagsmunir nærsamfélagsins verði líka teknir inn í myndina og styðji hagsmunir samfélagsins alls. Í undirbúningi hafa verið breytingar sem einmitt eiga mið að því að nærsamfélög hafi sterkari hagsmuni af orkuuppbyggingu. Slíkar breytingar eru líklegar til þess að styðja breiðari sátt orkuöflun og skjóta styrkari stoðum undir samfélög allt land.
Til þess verðum við að horfa að skapa sem mesta sátt. Í nýliðnum febrúarmánuði kynnti ég nýtt verklag val í stjórnir ríkisfyrirtækja og í framhaldi var auglýst eftir áhugasömum einstaklingum í stjórnir stærri ríkisfyrirtækja, þar með talið Landsvirkjunar. Ég bind vonir við að þetta nýja verklag muni skila góðum árangri og bæta ennþá frekar stjórnun fyrirtækjana og styrkja hagsmuni eigandans okkar allra. Svipaðri aðferðafræði hefur verið beitt við val í stjórnir bankana undanfarin ár með góðum árangri og í samræmi við leiðbeiningar OECD góða stjórnarhætti þegar kemur að tilnefningum í stjórnir opinberra fyrirtækja. Það gríðarlega mikilvægt að einstaklingar sem veljast í stjórnir séu valdir á faglegum forsendum þannig að stjórnin í heild sinni þjóði sem best hagsmunum viðkomandi fyrirtækis. Valnefnd mun koma með tillögu að nýrri stjórn Landsvirkjunar fyrir næsta aðalfund. Ég vil á þessum tíma nota tækifærið og þakka núverandi stjórn Landsvirkjunar fyrir hönd íslensku þjóðarinnar fyrir farsæl og mikilvæg störf. Þeim Jóni Birni Hákonarsyni formanni, Gunnari Tryggvasyni, Álfheiði Ingadóttur, Halldóri Karli Högnarsyni og Sofíu Björg Guðmundsdóttur fyrir farsæla stjórn og rekstur Landsvirkjunar sem hefur gengið vel, enda hefur fyrirtækið greitt 90 milljarða króna í arð á tímabilinu 2021-2024. Sterk fjárhagsstaða Landsvirkjunar og arðgreiðslur hennar skipta og munu skipta íslenskt þjóðarbú og ríkissjóð miklu máli. Takk fyrir.